Komið sæl áhorfendur góðir, þetta kokkaþátturinn Eldhúsmeistaranna. Við erum búin að vera á ferð Norðurlandið og við erum búin að fara alls staðar hérna kring. Nú erum við á Bautanum. Maður örugglega að segja að Bauti sé nú einn frægasti staðurinn hérna. Hann bara eldgamall en alltaf ungur. Ég talaði nú við hann fyrir 3 árum að Guðmund, kom skemmtilega út. Núna erum við komnir hérna inn í eldhús og ætlum að segja meira frá matnum. Heyrðu, ég ætla bara að byrja á að kynna. Nafnið ykkar Það Guðmundur Karl Tryggvason. Já, þú ert vertinn og bossinn og eigandinn? Jú, á samt konunni minni. Hún mjög fúl ef ég nefni hann ekki í leiðinni. Og hún sagði það líka og þú, ég man það alltaf að þú ert úr Borðadal, sveitapiltur úr Borðadal. Heyrðu, og ég sagði, og hvernig fór hún hvernig náði hann í því úr sveitinni? Nú hérna? Já, það var nákvæmlega hann. Við kynntumst hérna í kælinu, það var búið að gera grín að því og höfum einhvern veginn ekkert náð að slíta okkur á kælinum síðan. Þetta var svo gaman. Já. Heyrðu, svo erum við með kokkinn. Nafnið þitt Einar Gauti Helgason heiti ég. Einar Gauti Helgason. Það sést nú að þú ert ekki frá Borðadal. Nei, það alls ekki frá. Ég ættleiddur frá Indlandi. Já, þú ert svolítið nefnilega indverjalegur. Jú, það passar. En ég heyri það á tali þínu að þú talar alveg svo norðurlendingur. Eru þeir búin að kenna þér svona vel að prumba í stampinn? Jú, það getur passað. En það má til gamans geta þess að hann hefur stundum verið spurður hvort hann væri sonur minn, við erum báðir svolítið stoltir af því. Já. Já, og líka sagðirðu með þetta að vorum að tala hérna að því þetta byggður á svo gömlum grunni. Ég man það, við vorum að rífast kennitölur og ég held að þú hafir haft vinningin. Ég var síðan 88 og þú ert með eldri kennitölu. Síðan 1971. Já. 7. apríl. Já, ég búin að segja oft sögur af því að það nú ekki algengt í veitingabransanum en ég held að þú slegið mér alveg rækilega við með það. En hér hafa rosalega margir kokkar komið ekki. Hvernig lærið þú til dæmis? Já, og margir búin að læra áður en ég lærði. Það þeir Hallgrímur og Stefán sem störtuðu Bautunum sínum tíma, byrjuðu strax að taka nema og allar götur síðan hafa verið hér á námssamningi á bilinu 1 til 4 nemar í matreiðslu og í framreiðslu líka, þó nokkuð margir. Og líka margir skal ég segja þér kokkar á vakt líka. Já, þetta, ef við ætlum að telja staðinn fullskipaðan, þá viljum við vera svona 5 allavegna sem erum orðin lærð og með réttindi hérna. Við erum náttúrulega, ég sem auðvitað kannski sinni ekki eins mikið kokkamennsku, en að vera með 2 kokka á hvorri vakt, lærða, eða allavegna ígildi þess, og svo 2 nema á hvorri vakt, þá erum við sæmilega sátt. Já. Og líka því við erum svona, það nú ekki alveg allir, þó frægur hérna Akureyrasvæðinu, þá erum við svo heppnir hérna á INN að það fólk að horfa á okkur allstaðar hringinn í kringum landið. Og þegar þeir koma hingað, þá leita þeir oft upp utan, það margir sem gera það. Getur ekki lýst í svona grófum dráttum hvað Bautinn stendur fyrir og hvernig skiptingin að því þetta margþættur rekstur? Já, það alveg rétt. Bautinn náttúrulega orðin svona, við lítum okkur sem klassískan íslenskan veitingastað og höfum í svona seinni tíð hampað meira svona þjóðlegum og gömlu góðu réttunum okkar og erum í rauninni að þeir eru hvað vinsælir, sérstaklega meðal útlendingana og Íslendingar líka. Ég tók að hérna frammi í hádeginu, þá voruð með þjóðlega rétti, þeir voru með svartfugl, æðislega góðan og þeir eru meira með hann bara allt árið. Já, svartfugl orðin á matseili allt árið og hvalurinn líka, hann er gríðarlega vinsæll hjá okkur. Og svo náttúrulega alltaf lambið þarna inni, við erum með lambaskanka núna. Svona bara svolítið eins og gamla verkamannasteikin útfærður á svipaðan hátt og það vekur mikla lukku. Síðan erum við með rauðsprettuna og steinbítinn, bleikju, plokkfisk. Já, þetta bara ekta útlendingarnir vilja. Já, og það náttúrulega eins og við þekkjum sem konunálægður matsel, það ekkert sama hvernig þetta Við leggjum mikið metnað í að hafa þetta mjög gott, hafa þetta bragðgott, einfalt frekar og bragðgott. Heyrðu, ég verð að fá aðeins, þú talar svo mikið, þú ert ekta akureyringur eða norrlendingur, en hérna kokkurinn. Hvernig, svo voruð þið með líka annan stað hérna sem ítalskur. Ert þú meira í honum? Ég svona meira í honum, það La Vita Bella á neðri hæðinni. Já, og hvað það mörg sæti? 70 sæti, cirka 70-80 sæti. Hvað kringum það? Það ítalskur staður? Já, það ítalskur staður og þar erum við heimalagað pasta og nýbakað brauð á hvernig degi ásamt pesto.
En þú ætlar til dæmis að elda fyrir okkur á eftir og þú bara útskýrir það fyrir okkur núna og kannski grípur í hráefni með hana að því við eldum það svo eftir sko í beinni. Hvernig fer það fram? Herðu, þá eru bara steikju hérna grænmeti. Já. Síðan hérna hvítlauksristuða, risum og hvítlök. Já. Og setjum smá hvítvín út á. Já. Og síðan blöndum við sama í hérna sjávarréttunum. Það er rækjurnar, hörpuskilin og kræklingurinn. Flott, þetta gerir þú allt saman í beinni. Já. Og pasta svo þeir náttúrulega svo í sínum potti hér við hliðina og öllu blanda saman og í hárrétt svoði, al dente þarf nú síðan að vera á pastanum. Jú. Og heimalaga pasta, er svolítið mál að laga það? Já, tekur svona ágætis tíma en handavinna? Já, svona nett handavinna. En það er miklu betra svona nýtt og heimalaga pasta. Þetta er allt annað, þetta er bara tvennt ólíkt. Já, þú mælir með því? Ég mæli eindregið með því. Heyrðu, en við vorum gaman að grípa svona inn í hjá honum og við vorum komnir í það að segja frá þessum ítalska. Hvað kom til að þetta er nú ekki typikal hérna Norður í landi og þetta er nú ekki 16 árum síðan. Já, og typikal að vera með ítalskt maður. Hvað kom til að þið fóruð út í það að vera með ítalskt? Það kom til að áður var rekinn hér staður sem heit Smiðjan, sem var svona steikhús og svona betri veitingastaður, klassa veitingastaður, en þar var farið að minnka eins að gera. Fólk vildi fá oftar að borða fyrir minni pening, en þetta var svona aðeins dýrari og stífari klassi og við fórum bara í naflaskoðu með það, hvað væri sniðugt að gera. Og hér var alveg bráðgóður kokkur hjá okkur sem heitir Ágúst, sem að hann rauninni bara hjálpaði okkur að búa þennan stað til á sínu tíma og sett upp matseðilinn. Hann var búinn að vinna á svona ítölskum stöðum annar staðar og þetta smatt svo vel saman að þetta hefur bara gengið þetta vel að við erum núna sennilega á 16. frekar en 17. aldursári. En þið hafið opið seinnipartinn þar? Já, við erum stödd hérna í eldhúsinu fyrir Laugardalsbella og því er bara startað upp hérna, byrja að undirbúa hérna svona 3-4 daginn og staðurinn okkur kl. 6, opið fram á kvöld. Alla daga ársins fyrir utan kannski gamlársdag og nýjársdag. Og hann heldur alveg sínu? Hann hefur haldið alveg sínu og það er svo skemmtilegt að það er svona eins og þessi ákveðin markhópur sem alltaf leitar í þennan ítalska mat. Og við höldum og sem ég segi, matseðlinn hefur sára lítið breyst. Auðvitað erum alltaf að reyna að fína sér eitthvað réttina. En í grunninn er þetta bara fjölbreyttur matseðill af ítölskum mat. Ég er rosalega hrifinn af ítölskum mat. Við erum búin að vera mikið á Ítalíu og hann er svona svolítið öðruvísi. Hann er léttari og oft á tíðum einfaldari en með fersk hráefni. Já, og við leggjum náttúrulega upp úr því og þetta fléttast okkar frábæra sjávarfang og kjötmeti líka inn í þetta. En við fáum náttúrulega mikið af ítölskum gestum til okkar og þeir koma hér kvöld eftir kvöld að þeir eru svo ánægðir með okkur. Þannig að við erum ægilega stolt af því. Heyrðu, og þið svindlið ekki? Þið kaupið ekki tilbúið pasta? Nei, við höfum alveg verið trúir því frá fyrsta degi að gera okkar pasta sjálfir og okkur finnst bara mikill munur þar á að hafa ferskt og gott eins og Gauti var að koma inn og þetta er ekki, okkur finnst þetta ekki verið sæmatur. Hann sagði bara tvennt ólíkt og það er það og það er ekki og það er á svona ítölskum stöðum, flottum stöðum, þá er þetta laga svona sér. Það er mikil handavinna og tekur tíma og pasta er ekkert sama pasta og þú lagar ekkert pasta bara svona, þú verður að kunna það. Nei, og pluss það sko að pastavélin okkar sem er nú komin aðeins til ára sinna, hún hefur svona aðeins verið að hökta og Einar Gauti nú sérstakur áhugamaður hana og hefur kallað til fjölskyldumeðlim ef hún hefur stoppast eitthvað og pappa sinn og fleiri til að halda henni gangandi og er hún ekki bara í lagi núna? Mjög góða lagi núna. Herðu, svo tók ég hérna inn í sal, þá hérna þá pantaði konan pítsu og hún sagði, er þetta pizza? Já, þetta er svona ítölsk pizza og þú veist, botnin var þunnur og þú veist, þetta var ekki svona typikal hérna Dominos. Nei, ég eru ekta ítalska pizzur, þunnbotna. Já, og sérsósur. Sérsósur. Og ekki alveg kafað í osti. Nei, það má ekki of mikill ostur.
En svona á kvöldin og svona, mikið farið í pítsurnar hérna? Ég meina, þið sörfið þá ítalska staðnum pítsur, það ekki? Jú, það passar. Það alveg ágætis slatti sem verið í pítsur. Hvað heldur það sem svona hlutvöldin séu? Séu meira í hina réttina? Það alveg svakalega misjæmt eftir dögun. Ég held kannski eins og Gauti segir, eins og í vetrartíman, þá pizzan, hefur hún stærra hlutfall hjá okkur, en aftur þegar meiri túrism þá eru hinir réttirnir kannski vinsælli. En ég get ímyndað með að pizzan sé hvað 20% gesta á sumrin fari í pizzu. Kannski 35 yfir vetur. Það er samt ekki meira en það. Nei, ég hugsa ekki. Þetta svo fjölbreyttur og flottur matseðill að fólk verið það. Risotto réttina og... Já, og fara þeir, eru menn að fara í hrísgrjónaréttina? Kunna þeir að meta þetta? Já, það er alveg ótrúlegt. Það hefur aukist, er það ekki? Jú, það hefur aukist. Sjóða bara hrísgrjón í ykkur mauk og setja grænmeti, það er ekki það sama? Nei, það eru sérstök Aribo hrísgrjón, það eru risotto hrísgrjón í þessu. Já. Og svoði eftir kunstarinnar reglum og hvítvín og rjómi og tímjan. Hvað er flottasta risotto-rétturinn sem finnst þér? Ég myndi segja að það væri kjúklingarisotto. Hvernig gerir hann svona í stuttu máli? Þá steikjum við kjúkling, grænmeti og bacon og bætum við rjóma út á og risotto-grjónum. Síðan þetta látum alla saman bara. Og það tekur bara 20–30 mínútur? Já. Við erum búin að forelda, er það ekki hrísgrjón? Jú, við erum búin að forelda hrísgrjón. Heyrðu, það eru pítsur, risotto, fisk og kjötréttir og pastaréttir. Eru þið með svona salat? Eru þið með spagetti? Já, við erum með spagetti og tagliatelle. Hvernig spagetti réttir eru þið með? Er þetta gamla bolognese? Hann er líka og ótrúlegt hvað fólk vill hann mikið. Það er rosalegt magn sem fer á honum. Þetta er svona klassískt. Já, bolognese og lasagna, þetta er nú frægustu réttirnir. Ég segi það líka, sko, að stundum langar mér bara í það og ég er búinn að smakka lasagna frá rosalega mörgum löndum. Þú getur fengið milljón útgáfur af þessu, sko. Já, það er alveg ótrúlegt hvað fer mikið af þessu. Þetta er svona klassískt og einfalt, myndi ég segja. Lasagna og bolognese. Eru þið með lasagna líka? Jú, við erum með lasagna. Er hann fastur á matseðli? Hann er fastur á matseðli og úr heimalegu pasta líka. Já. Og nautakjöti frá Norðurlandi? Jú, það passar. Það er nautakjötið. Og eru þið að eldast við beint frá bíli og alvöru nautakjöt innan á Bárðardal, heimadalum og lambakjöt? Já, það er nú kúabúskapurinn orðinn takmarkaður í Bárðardal, þannig við þurfum að leita annað með það. En við reynum að norrlenska sér okkur fyrir öll kjötráfni og þeir passa að hafa gott nautakjötand okkur og hafa staðið sér vel með það. Og lambið líka? Já, ég tala nú ekki það. Það er náttúrulega mikið af mínu svæði úr Bárðardalnum og þingaskum heiðum og slátrað á Húsavík. Er það ekki sennilega besta lambakjöt í heiminum? Jú, við lítum á sjálfur allavega. Heyrðu, og svona að vera að líða seinnipartinn á viðtalinu. Þetta er ansi skemmtilegt. Stór og mikill staður Bautinn, hann er nú einna frægastur. Síðan er ítalskur hérna bakvið. Síðan er sem mig langar að minnast á í lokin. Þið eru með heljarinnar veisluþjónustu og verið bara risastórir á köflum. Aðeins svona smá útdrátt á henni. Já, takk fyrir það. Það er bara, Bautinn byrjaði mjög snemma á sínum sokkurbandsárum að stunda veisluþjónustu og hún hefur bara vaxið og dafnað allar götur síðan og við erum bæði allt frá því að vera hér að smyrja snittur fyrir þrjá í spa yfir í að vera með stórar og miklar veislur. Upp í 2–3.000? Já, það er stærsta? Já, ég hef heyrt 2.000. Já, ég held að, við höfum tekið þátt í svoleiðis, en svona sitjandi veistlurnar okkar stærstu eru svona það verið í kringum 1200 manns núna frá síðkastið og eru teknað undir íþróttahöllinni og það er svona orðið þétt á mannskapnum það er í höllinni við þann fjölda, þannig að það er núna síðast voru með mjög flott og vel útbúna veislu fyrir Samherja og Akureyrarbæ. Alltaf gaman að þjónusta Samherja, þeir leggja mikið upp úr að hafa allt fínt og flott og gott og það tókst vel og virkilega gaman.
og það eru allar veislur. Vina fólk mitt var að þekkja þau veislu fyrir hérna erfidrykkju mjög ánað. Svo eru hérna fermingaveislur, giftingaveislur, þetta bara allt saman. Já, núna eru brúðkaupsveislunar í algleymingi. Við vorum með einhverja 3 eða 4 síðustu helgi og 3 eða 4 og 2 eða 3 núna helginni sem að koma. Það er ekkert ein, það er bara... Nei, þetta hefur aukist og sérstaklega hvernig matur er í svona brúðkaupsveislu? Það er rosalega misjafnt. Það er allt frá því að vera bara með þriggja-4 sitjandi veislu eða í hlaðborðum. Steikarhlaðborðum? Já, steikarhlaðborðum. Oft er forréttur borinn fram á diskum og svo steikarhlaðborðið eftir. Já. Við erum að fara í ægilega spennandi brúðkaupsveislu núna næstu helgi sem okkur hlakkar mikið til, sem verður nálægt upp í Mývatnssveit. Þar við á að gera flott veislutjald við sumarbústað og á að vera grand veisla, 150 manns. Og hvað það er bara það? Alltaf gaman að þetta. Lambakittið? Já, það er lambafilé og kjúklingur í aðréttinum og ef ég man rétt er humar og eitthvað fínir í forrétt og svo er eitthvað ægilega flott kanapé á undan með tvírektu hangikjöti og síld og flott heitt og svo einhver svaka fína tertur eftir. Þetta hef ég heyrt og þeir rúluðu þessu. Svo hafði ég gaman, þið talaði fyrir 3 árum síðan, að það væri bara season hérna næstu því allt árið. Og byrju nú rólegur, ég var fyrir 3 árum síðan, var meira að gera í vetur heldur en oft áður. Að því núna er sprengja í ferðaiðnaði? Já, nei, okkur hefur fundist þetta vera bara svona á svipuðu róli, það er kannski ívið meira að gera, en það er ekki mikill munur. En við höfum náttúrulega, hér hefur fjölgað stöðunum líka. Já. Og svo er líka aðeins takmarkað hvað kemst inn á staðina yfir sumartíma. Þá bara helgast þetta raun af sætaplásinu okkur svolítið kvöldin. Það er fullt öll kvöld svona yfir heitasta sumartíman á bautanum. Og La Vita Bella, þannig að við komum ekki til fleiru. En vetrarmánuðin eru bara að hafa verið svona svipaðir og við þolum alveg, Akureyri þolir alveg meiri trafík yfir vetrartíman. Já. Og ég hef nú enga trú öðru heldur en það smá saman bara fyll í það. Já, og ég held að þetta eigi eftir að jafnast svona meira út og það bara fá allir þarna skerfa kökunni og það er ég að tala um, að því núna er ég búinn að fara 25-30 staðir á Norrlandi, það segja allir það saman og bjartsýnir alveg það að þetta haldist bara næstu 5 árin, menn eru að halda að þetta dett út en það held ég að koma ekki til. Nei, ég held að þetta sé bara Ísland og tala nú ekki út á landsbyggðinni. Þetta er svo mikið perla sem er bara, fólk er bara svona rétt farið að átta sig á og sjá nú hvað hröð aukningin er núna síðasta kaflan í fjölda ferðamanna til Íslands. Ég held að við þurfum meira að hugsa hvernig við ætlum að þjónusta almennilega heldur en hafa áhyggjur af því að koma ekki nógu margir, sko. Já, og eins líka ég fór í Mývatnssveitina, sko, þeir eru búin að fá svo mikið vetrartrafík núna. Já. Og menn eru að huga að vetrarsportinu og menn eru að huga að norðurljósunum og þú veist, menn eru meðvitaður að vinna í þessu. Já, og það er nú eins og þú ert að vitna í að þá er búið að kveikja víða elda í þessu og nú held ég að sé meira spurningum að viðhalda þeim og gera þetta vel og vanda okkur í því sem við erum að gera og það er, ég enga trú öðru heldur að það verið bara aukning og mín reynsla og mín bara, þú veist, bara könnun hérna að það er allir glaðir, allir jákvæðir, allir að benda hvern annan og bara, ég held að þetta sé mjög skemmtileg iðgrein, við erum bara að slá við þarna sjávarútveginum og landbúnaðinum, það er sem svo kallaða ferðamennskan, við kokkarnir og þjónarnir og þessum er í þessum ferðabransa. Hér er ógurlega mikil ferðamennska önnur, menn að það er hvalaskoðun hér, ekki? Já, hún er komin í gang hérna, þeir voru hér frumkvöðlar í því, góðir menn og reyndar konum með samkeppni sem ég fannst nú svona koma óþarlega snemma, þeir eru svona rétt búinir að uppgöta að þetta er sennilega besti staður í heiminum til að skoða hvali. Sennilega? Eyjafjörðurinn. Það var 100% nýtt hjá þeim öryggi á því að sjá hvali í fyrra. Og Ambassador heitir það fína fyrirtæki sem að fóra stað hérna. Svo eru skemmtiferðaskipin, leikjum á telja. Ég held að bara þátturinn þoli ekki meiri upplýsingar. Herðu, en að lokum, mér langar að heyra í þér. Ætlar að vera á kokkur þangað til þú deyrð og ætlar að vera á bautanum þangað til þú deyrð? Já, ætli það ekki, ég held það. Þú vilt ekki missa hann? Ertu búinn að finna ykkur á stúlkunni og kælir? Já, ég bíð ennþá. Hann er kallaður, svo bara að segja öllu haldið til, hann er kallaður hérna fyrir 007, því hann er hér alveg sérstakur í
öllum störfum sko. Já, hann svo flottur. Hann svo flottur og bjargar öllu sem maður þarf að bjarga og bara flinkur í því sem við erum að gera. Já, herðu, en til að festa hann alveg, þá verður bara að fá einhverja stúlku og plantinni hérna á kæli svo hann festist alveg. Svoleiðis var það gert með þig. Það er engin hætt á öðru að því að hér hafa orðið gríðarlega mörg góð og farsæl sambönd til á Bautanum og ég efast ekki að Gauta þetta að finna sína Já, og eins líka, ég er búinn að heyra það svo ofta því ég er svo gaman að tala kokk um allt land og ég er kokkur og hrærist í þessu. Það er rosalega margir sem að hafa leiðir á Bautan. Þú veist, unni hérna og eins og þú segir, þú veist, þú ert önnur að þriðja kynslóð? Já, svo leiðis, þær voru búin að reka þetta einhver 10-12 ár, Hallgrímur og Stefán því ég kem með það. Það er alveg rétt hjá þér og starfsmannaveltan er mikil. Ég man eftir þetta, það er alveg óskaplega mörg ár síðan bara því ég var hér á mínum fyrstu árum, þá var haldin hátíð og þá hélt Stebbi upp á sko, að hann væri búin að vera með 1000 manns í vinnu. Þannig þau eru orðið nokkur 1000 sem hafa bæstið síðan. Þannig það er eins og segir, allar aukahjálpuðan þeir eru veislur og svona. Já, og svo heilsar þetta fólk manni og fagnar manni og maður hefur ekki hugmyndu hvar maður sá þetta fólk síðan. Ekki þetta. Heyrðu, gangi þér rosa vel og gangi þér vel með Bautan. Þú átt eftir að vera næstu 50 árin hér. Þú ætlar sko ekkert að hætta þessu því þið gerir þetta gaman? Já, ekki, við allavega horfum á 10 ári fram í tíman, sjáum, tökum stöðina þá. Þú ert nú ungur maður. Já, þakka þér fyrir. Ekki svo. Nei, ég er kornungur. Er þú orðinn afið eða eitthvað? Já, ég er margfaldur afi. Margfaldur afi og þá verður að fara að ná í þau og hérna setja það á samning. Það er þriðji ætliðurinn farin að tipla hérna tröppurnar, þannig þetta lítur bara vel út, Maggi. Og þakka þér líka fyrir að hitta okkur og veitum athygli í þessum við erum að gera. Hann ætlar að elda hérna fyrir og við skeytum þessu inn í samtalið og heyrðu, við verðum að vera að slíta þessu þó sé svaka gaman að tala við og gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir það.